Kvöldið gott fólk og velkomin að skjánum. Íþróttahúsið á Vesturgötunni heilsar. Hannibal Hauksnes, ég og með mér engin annar en Fannar Freyr Helgason og á myndavélunni er Guðmundur Korn að vanda. Tæknimaður er enginn með einhverju dag en við erum því. Fannar, velkomin til leiks. Fyrsta spurning kannski, hver er munurinn á að vera í ITV eða á RÚV? Þetta er bara miklu meiri vandaðri aðstæður. Það er gott að hérna. Við missum yfir menn frá ITV yfir í RÚV og Stöð 2 og svona, en nú erum við fannst að taka tilbaka. En það er leiknum, Ía Sindri. Skagamenn vinna Þór úti í síðasta leik á meðan að Sindri tapar með minnsta mögulega mun á móti Skallagrími Borgarnesi. Þar á undan eru Skagamenn búin að tapa einhverjum 5 leikjum í röð en Sindramenn voru aðeins meira flugi en það er samt búið að vera smá brekka. Þeir eru konið í 3. sæti, Skagamenn í hvað? 9. Já. Hvernig leggst þessi leikur í þau fyrir þá? Sko ég bara vona að við höfum náð að taka eitthvað sjálfstöðst út úr þessum Þór Akureyri leik. Það hefur svona bara eiginlega vantað svolítið að við höfum náð að klára leiki. Við höfum verið í close leikjum í heila langt flestum leikjum á tímabilinu nema kannski móti Álftanesi. Þannig að þetta er svona meira að menn svona eru hræddir að klára leikin eitthvað. Þetta leggst á sálina mönnum, en ég er að vona bara innilega að þessi Þórsleikur hafi gefið okkur svona smá sjálfstraust og þá getur bara hörku leikur í kvöld. Það er nefnilega eins og að segja, þessi deild er búin að vera svolítið það komið smá bil á milli efstu og neðstu núna, en þessi svona pakkin sem er að reyna að komast í úrslitakeppnina, þetta er búið að vera svolítið jafnir leikir og svona í raun og veru öll liðin gæti þannig sér hvert annað því. Bara algjörlega, þegar maður bara sjaldar séð eins jafnan deild, meiri séð að þessi efstu lið eins og Álftanes, þeir hafa myndi verið bara að klára leikin með minnsta munur og gert það vel. Þannig að ég held svona sjaldan séð þetta eins rosalega jafnt og það er rosalega stutt upp í bara úrslitakeppnissæti. Þannig að bara eitt gott rönn og þú komið þangað. Akkurát. Þetta er held ég eini leikurinn í fyrstu deildinni sem er í gangi í kvöld. Nei, Hamar Álftanes líka. Nei, hann er 13. Það er 13 í dag. 14. morgun, hvað er það að gera? Við kannski gerum eitthvað saman. Já, kannski gerum við bara eitthvað þannig. Já, ég ætla að tekka sko. Sindramenn er í 3. sæti með 24 stig eftir 19 leiki. Skallagrímur eru konur með 22 stig. Þannig að þeir eru nú verið að geta slítið sig aðeins frá. Því að Fjölnir er líka búin að spila 20 leiki og Selfoss líka 20. Við erum búin að spila 19, þannig að þetta er 20. leikurinn okkar. Það er gríðarleg barátta þarna þetta úrslitakeppni sæti, þarna 5. sæti. Skallagrímur, Fjölnir, Selfoss, Ármann, við rauninni Hrunumenn í þessum pakka líka. Það er nú svona hæpið að við náum að koma okkur þarna upp. En þetta er rosalega, maður sjálf að segja svona svakalega bara á 5. sæti. 27 leikir á þessu tímabili og þetta er 20. leikurinn. Þannig að það eru 14 stig eftir þetta, eða 16 stig með þessum leik. Já. En leikurinn er hafinn. Skagamenn vinna uppkastið. Nú síðan kemur upp boltan. Það er ekki skrínið. Góður í flestin. Og fastur. Þóriði samt að fara bara komið sér svona í skot og maður vil fá þetta hanga í gang snemma. Já, algjörlega. Gríðarlega mikilvægt fyrir okkur. Hörku liðið þetta, Sindralið samt. Já, en ég rek augun í eitt Fannar að Sindramenn koma með 8 manna hóp. Já. Ísrael Martin er ekki í búning. Nei. Þannig að þeir eru með 3 varamenn. Það er frekar þungt. Það er rosa útrúlegt að ná að halda út þessu starfi þarna með ekki stærra hópa þetta. Já. Með 6 erlenda leikmenn. Þannig að þetta getur orðið ansi helvitt fyrir þá ef eitthvað verður af reglubreytingum næst tímabili. Þarna er góður. Þarna fannst mér sko, þarna ég vilja sjá Dupree boltan. Hann var með minni mann á sér undir körfunni. Já, algjörlega. Og hann er raun og verið að gefa boltan út í staðinn fyrir að gera bara ára sá hann. Það er eins og maður kannski svona svolítið kalla eftir í alla vitur hjá hann og þetta er algjör hæfileika hrúa þessi strákur. Að maður vill sjá hann svona vera meira aggressiv, sérstaklega í byrjun leikin og svona lengi í gang. Maður hefði viljað sjá hann og bara taka meira skarið og vera svona aggressívari á körfuna. Algjörlega, hann er með framlega på 25,25 í meðaltaleik, hann er 50 hæsti í deildinni. Geggja varir skot hjá honum. Það er alveg, eins og ég segi, þetta er alveg hæfileika búnt þessi strákur og maður svona
hann búinn að eiga fína leiki, maður vill bara svona kannski, maður sér bara hvað hann getur. Já, og það var alltaf svona bíð eftir að hann láti beislið af sér, sko. Akkurat, sko. Það koma sendramenn. Og fyrsta karvan komin. Það Tómas Orri sem setur þetta niður og fær villu að auki. Var á Lucian eða Jalen, hverju kvöldina? Ég ekki búinn að sjá það, hann ættir að gefa... Það Lucian. Það Lucian. Tómas Orri á vítalínunni. Og fastur, Dupree með frákastið. Lucian með boltan. Lucian svona, eins og maður segir, svona yfir allt leikmaður hjá okkur. Hann að bæði skora, stóðsenda og frákasta aðeins. Já, hann búinn að vera rauninni stígandi finnst mér undanfalla leiki. Hann kom svona smá dífa hjá honum, en hann búinn að vera með stígandi undanfalla leikum og vera bara flottur og aggressífur, sko. Hann búinn að vera að hitta betur, sko. Hörku varnarmaður. Þriggja stiga karfa frá Rímantars. Hann kemur Lucian. Jörgensen til varnar. Lucian. Dupree fær mismatch aftur. Með að nýta aðeins betur núna. Sterkur upp á körunni. Tekur frákastið sjálfur. Og Þannig að sjáum við hvað hann getur á hann og bara opinn að klára ekki fyrsta. Hann á í rauninni að þeir eigi ekki að roði hann undir köruna, miklu sterkari og svona meiri íþróttamæður en þeir sem að dekka hann þarna. Það að segja, það bara svona að vanta pínu trúnna hjá hann. Já, það verðist þurra, sko. Hann líka ofta að passa sig, hann hefur óhefn með að fá villur snemma leikstundum. Það líka það. Lítið bara nett. Það kemur Jörgensen upp boltan. Jörgensen með, hvað rúmlega, ég held að sem 40% þriggjastigaskotningu í deildinni. Hann já, hann stórleika át okkur síðast. Já. Gott vörn og óheppinn að stela ekki boltanum hann lært. Og setur þetta niður. Stewart komin á blað. Þór upp með boltan. Öllu damtan á Stewart, reyndi að stela boltanum. Það mjög mikilvægt fyrir okkur að vera svolítið svona aggressív á það, sérstaklega í byrjun, reyna að fá villur á það, því að þetta það þunnskipaður hópur hér. Bara leiðið að missa einn mann í villuvandræði, þá verður þetta rosalega erfitt. Ég tók það saman fyrir svolítið síðan með bara vítaskotsfjölda skafana og þau voru bara rosalega fá að því að, eins og þú segir, voru kannski ekki nú bara áraskeftir, en það var smá patent í körunni hjá sendrarmönnum sem skaf með fótboltann. Gabriel kemur upp. Finnur Ellert sem að röddkantinn. Lucian. Dupree bíllur. Pláss fyrir hann. Fallegt skot. Fallegt skot. Þetta svona kannski ekkert svona uppáhaldsskot þjálfarans. Þetta svona langur tvistur, lág prósenta. En það er eins skot og hittir svo tekur þetta. Þjálfarinn ekki sáttur en tífið sáttur. Dupree óheppinn hann. Það bara nei. Rímantars líka að setja þetta niður. Já, sjálfsagt að taka smá hit-check. Gabriel með svakfrákastið. Nei, farðu upp Gabriel. Spjaldu hann í. Jörgensen komin á blað. Þá eru þeir inn á Dupree. Þeir eiga í vandræðum við Jalen þarna, ég bara dæla honum inn á hann. Akkurat, það greinilegt. Bara setja þá í villuvandræði, komast á línuna. Þóra tekur boltan inn. Það svona klaufalegt, en áfram gag. Áfram gag.
Þannig að það vil ég sjá Jalen vera komin, sko, fara sterkar í gegnum blokkeringuna, þannig að hann myndi ekki lenda, þannig að hann væri svona áta til að vera ekki búin að forvinna vörninu nógu mikið. Já, samlega. Lendir svolítið á hælunum, þá verður þetta svolítið erfitt. En sjá, hann fær alltaf mismænt sig í tölu. Alltaf, já. Með Jörgensen á söndi körunni. Það er að skipta svolítið. Þórður með þristinn. Þórður var sjóðandi heitur út á Akureyri. Já. Með 8 þrista í þeim leik. Já. Og óboðslega mikilvægt fyrir okkur að fá Þórð með góðan leik og hann sé heita skotunum sínum. Alveg. Nauðsynlegt. Það bara teygir á vörninni og gerir allt auðveldara. Stólinn bolti frá Lucien. Lasast sendingur á Jörgensen. Þórður út í horninu. Þetta er plás. Þeir ætla bara að hafa Jörgensen á honum. Nei, þá var Ellert laus í horninu og Lucien og Gabriel glæsilegt. Það var góð þarna. Já. Það fannst mér einkennilega ógeðslega áframgang. Jörgensen. Ok. Kannski alltilega að taka það fram að dómararnir hérna í kvöld eru Aron Rúnarsson og Ingi Björn Jónsson og þeir ætla pottið að gera þetta. Það sjálfsögðu. Kemur á Frank inn á fyrir Lucien. Frank er íringur á upplagi. Já, er hann á vensla eða er hann? Já, þeir eru á vensla samningin, eru nánast bara með okkur. Ok. Fengu þarna ljómandi fína sendingu frá Haugum og IR og ungum og efnilegum strákum. Jörgensen á vítalínunni. Stuttur í fyrra. Það var að setna skotið. Og Fastberg í setna. Dúbri með frákastið. Gabriel út í hornið á Þórð. Þórður er snöggur á löppunum. Já. Og Gabriel í þægilegan húk. Fínt fyrir Gabriel. Já, þetta er, eins og þú sagðir áðan, þeir þurfa að fara svolítið mikið undir til þess að reyna að fá villarnar á það, eins og þeir eru með þunnan hóp. Það er svona að maður myndi svona halda að það væri það sem myndi opna mest fyrir okkur, fara á körfuna sterkt, þá verður þetta miklu erfiðara fyrir þá. Þá kemur leikmaður númer 23, González inn á og einnig hann Daza. Gabriel setur fyrir víti niður, jafnar þetta í 11-11. Ekki mikið skorað, 4 mínútur eftir af fyrsta leikluta, bæði lið búin að skora 11 stig. Og Gabriel til frákastið sjálfur. Já, frákast. Skýra Ársena og Þórður Frank í galop í skot, nærði ekki. Það er sem frákastið. González er með 7,28 stóðsendingar að meðaltali í leik, hann er þriðji stóðsendingasti leikmaður í deildinni. Þórður er með demba á sér, skipta aftur. Frankinn að Dubry, Þórður kemur úti. Dubry sterkur undir, þetta er gott að skagamönnum. Það er drágefni fyrir sendramenn. Og demba í 3 stiga skot og setur þetta niður. Þórður upp með boltan. Skipta á honum. Og Þórður. Já, vel gert Þórður. Fallegt. Þetta er það sem að maður hefur svona verið að vonast til þess að sjá meira hjá Þórði, að fara á körfuna, hann er með svona gott touch fyrir boltanum. Hann á alveg að geta að klára þessi flotskot sín svona í kringum vítateiginn. Hann var ekki að gera bara eitthvað. Nei. Hann var að skjóta þessu svona. Já, þannig að ég ánægður með hann að hún sjáði meira þessu.
og þetta ekki hann í. Jónas kominn inn hjá Skagamönnum. Þetta varnar á móti González. Þeir eru í stóðsendinguna, komið með eina. 16-15. 2 mínútur og 10 sekúndur eftir að fyrsta leiklunda. Þórður á móti Jörgensen tekur boltan á honum, Þórður til varnar aftur. Sterkt hjá Jörgensen, setur þetta niður. Hörku vörð hjá Jörgensen þarna og óbúðslega dýrt að missa boltan svona. Þetta er bara 2 stig. Það er svo Þórður fyrir þristinn. Stuttur, González með frákastið. Finnur Jörgensen. Finnur Dasa, móti Gabriel, mikið olbúum hann hjá Dasa. Gabriel étur hann bara. Frábær vörð hjá Gabriel þarna. Óhöppinn. Óhöppinn að missa þarna. Demba, var í þristinn á þann, Finnur Dasa. Dasa nýr på körfunni, Finnur González. Og Jörgensen sem fyrir fyrsta þristinn sinn í dag og setur hann niður. Þannig að Bósa tekur leikhlé, ég skil það, þetta var 11-11 rétt á það, nú er þetta orðið 21-15. Fljótt að breytast leða við Nebo tekur báða hérna Lucien og Jalen út á sama tíma, þá svona dettur svolítið hryggur úr spilinu okkar. Já, það sást greinilega og Sindramenn gengu að lagið og það líka, það munaði svolítið það. Það kom svona ákveðu jafnvægi með að fá González inn á að taka upp boltan hjá þeim. Já, algjörlega. Það tjekka á González. Hann er ekki að skjóta neitt rosalega mikið í leik. Hann er að skjóta reyndar 4 eða tæpa 5 þrista í leik. Hann er bara að taka 2 tveggjastiga skot. Já. Hann er að spila tæpa 32 mínútur í leik. Þetta eru 5-6 skot sem hann er að taka í leik. Já. Það er ekki mikið. Það er ekki svo mikið. Hann er greinilega alveg afbragð sendingamæður. Já, það virðist svona vera leikurinn hans. Þannig að ef við getum svona Skagamenn myndu einbeita sér svolítið að því að þvinga hann frekar í skotin heldur en að vera. Já, reyna að láta hann klára sjálfan. Það getur verið einn tilraunin. Já. Jörgensen er greinilega hörku spilari með 19 stig í leik og góða skotendingu. Já, hann er að skjóta tæpa 8 þrista í leik og er að setja 3,5, hann er með 44,7% skotendingu þryggjastega. Það er bara magnað. Það er bara óbúslega gott. Já, kemur Lucien upp með boltan, Gabriel fyrir skrínið. Já, glæsileg sending til Lucien hann. Það skerum upp á það. Tómas kominn inn í að Skagamenn til varnar. Það er að tröfla þessa sendingu. Inn á hjá Sindra er Sigurður Guðni Hallsson fyrirliði kominn inn á einnig. Ég held að það sé eina breytingin frá því að ég tók leikhlé. Fjóra stiga munur og 50 sekúndur eftir að fyrsta leiklunda. Stewart fyrir Jörgensen. Vel gert að spóla sér hann í gegn. Jörgensen er greinilega algjör lykill að öllu hjá þeim. Já. Við þurfum að leggja meiri áherslu á að stoppa hann. Kom boltanum úr höndunum á hann. Jónas með Gabriel. Skoppaði hann í. Okkur gengur rosalega vel að koma boltanum inn í teginn á Gabriel og Jalen. Þetta er bara eitthvað sem við þurfum að halda áfram. Algjörlega. Og vera svo með eins og Lucien og Þór fyrir utan sem eru að opna skotunum og stígur hann út af Jörgensen og er búinn góð vörn til Skagamönnum. 19:23 og það er bara 10 sekúndur eftir af fyrsta leiklunda. Lucien. Sigurður Guðni til varnar, hann er að trufla hann. Já, rosalega erfitt. Óbúðslega skrítin leið til að klára sóknina, en það er eins og það er bara. Þetta var pottent ekki planið. Nei, ég veist að mann er búið að teikna þetta upp svona. En
Staðan til fyrsta leikluta, IA 19, Sindri 23, við reyndar það eins og að liggi hérna eitthvað niðri live-statið, þannig ég veit ekki alveg með Hver að geta eitthvað? hver að geta eitthvað, ég man ekkert hvað ég búinn að sjá. En hérna, Þetta alveg hörku leikur, leikun í rauninni bara jafnum og virðist vera nokkuð jöfnlið eins og staðan núna. já, Þetta hefur verið svolítið engin okkar á þessu tímabili, við höfum verið í hörku leikjum við öll í deildinni en bara ekki náðu að klára. Vonandi ná að halda damp út leikinn. algjörlega. Sko fyrir þennan leik höfðu þessum lið mæst tvisvar. Þetta er, fyrir það sem ekki vita, þá er spiluð þreföld umferð í fyrstu deild. 27 leikir, þrisvar sinnum við 9 lið. Fyrsti leikurinn deildin okkar var á móti með Sindra hérna heima, sem við rétt töpum bara með 5 stöðum mann rétt. Já. Útileikurinn var meiri brekka, hann tapaðist illa og svo þessi leikur Áttum alveg afspyrnu slangarleik í þeim leik. Já, það var sannlega bara einn af bestu leikjum tímabilsins. Og svo núna þriði leikurinn, þannig að það er svona komið kannski að skaða með að sýna Sindra að þeir geti unnið þetta. Algjörlega. En ef við kannski leikum okkur aðeins af tölfræðina meðan að leikurinn byrjar, að þá á móti þessi lið þá þegar þessi lið mætast þá er IA að skora 81,5 stig meðal leika meðan Sindri skora 94,5. Skagamenn er að skora 80,9 stig meðal leika meðan að Sindramenn er að skora 90,2, þannig að þau eru náttúrulega á pari þegar það mætast. En það geti breyst í kvöld. Já. Við erum sannlega sá Stjúart. Stjúart boltann, tekur hringinn hérna. Gabriel að frákastinu. Gabriel náttúrulega að spila á móti sínum gamlu félögum. Já. Gabriel með Jörgensen að sér. Jörgensen vill bara vera með stóru strákum undir körfunni. Já, Jörgensen virðist vera bara hörku duglegur varnarmaður. Ég er eiginlega bara mjög hrifinn af þessum leikmanni. Já, gott frákast í Jónasi þarna. Já, þegar skotflikan rennur út akkurat þegar hann Þannig að það er brjóta á honum. Já. En þetta var svona einhver fumblsókn. Þetta var einhvern veginn, boltinn var eins og bara heitt kartöfla, sko. Jónas er einmitt einn af þessum strákum sem kom frá IR og afbragðs körfuboltakyni. Sonur Steinars Arason og Helgu Jónasdóttir og frendi Egils Jónassonar, Risa. Já. Þetta er hörku öfnilegu strákur, 204 cm. Heldur þetta að vera stærri? Ja, ég held ekki, ég held að það sé búinn. Það er sem alveg nóg. Jörgensen að gott dræf inn á körfunni, en ofið með skotið. Lucien, Gabriel og Þórður, nei. Þetta er Frank, ofið með skotið. Það er svona fjarska líkir, Þórður og Frank. Já, má segja það. Það var skrítið ef Þórður var að skjóta bara á bekknum. Já. González. Þeir í erfiðan flótur, setur þetta niður. Afskaplega vel klárað hjá González hana. Skipting hjá Sindramönnum, Stjúart fyrir út af og Rímantas kemur inn á. González á línunni. Setur þetta onni. Frank upp með boltan, Jörgensen til varnar. Mikið drif, finnur Tómas, Gabriel, 7 sekundur á skottklukkunni, Gabriel leggur á stað. Hittir ekki. Ég veit ekki hvort þið trúið, en Jörgensen var til varnar. Skipting að Skagamanum. Dubrí kemur inn á. Dubrí og hann Ellert kom inn á. González sem er boltan. Tómas er tilbúinn að taka á það. Nú er mikilvægt að við fáum góða sóknir og hjá okkar mönnum.
60 munur, þetta fyrir missa þetta fyrir 10 stig á hérna, þessum hluta leiksins óbærslega erfitt. Já. Fyrir orki að ná niður svona mun og óbærslega dýrt. Jörgensen tekur boltann inn. Jörgensen í þristinn. Setur þetta honni. Það fannst mér eiginlega bara alveg arfa slök vörn að þarna átti bara að elta Jörgensen í gegnum skrínin og hérna þetta svona átti ekki að fara undir skrín á svona góðan skotmann. Nei, hann nefnilega það. Það vera alveg onni í honum allan leikinn. Það bara, þetta góðu leikmaður, megum ekki gefa honum svona plás. Ég sé líka bara muninn á honum frá því hann spilaði fyrsta leiki sinna, þá var hann, tók ég eftir í uppbytunum, hann var að setja bara allt onni. Svo var hann svona aðeins, ekki með mikið sjálfstraust í byrjun, en bara muninn á að sjá hann svo núna eftir þessa 19 leiki síðan þá, og hann bara að vaxa og vaxa, sko. Algjörlega. Þess að hann setur fyrir að viti niður. Þetta líka, Lucien fyrir þennan leik besta vítaskipta liðsins með rúmlega 87% vítanýtingu. Þannig við viljum fá hann á línuna. Já, algjörlega. Þannig að Sigur leggur af stað, góð vörn með Gabriel og opinn, boltinn í ykkur laus þarna og Dupree kastar sig á þetta, Tómas tekur hann upp, Gabriel leggur af stað. Gabriel gerir áhrifin Gabriel. Ég nú eiginlega alveg sammála Gabriel þarna, þetta var nákvæmlega eins og gerist hinum meginn áðan þegar Lucien fór upp á móti Jörgensen. González, Tómasi finnst þetta gaman að spila vörn. Já, ég held það. Þarna var hringur fyrir Dupree. Já. Ísrael Martin lét varmann hinn gjörsamlega setjast þarna. Gabriel, Dupree. Smá losar bara á þessu sóknu skafan, þið veit ekki alveg hvað það ætla að gera. Já. Þá setur bara boltinn inn á Dupree og Jörgensen á honum. Og þetta leikurinn sem skagamenn þurfa að spila. Algjörlega, nú þurfum við bara að halda þessu áfram og rífa þetta upp í vörninni. Ég vil sjá líka bara stráka svona eins og hann hérna Ellert bara nota svona leiki með að spila mútið góðum sóknarmanni, nota þessa leiki til að sína á eigir að vera að spila alveg í mínútu. Það var falleg sending hjá Ellert þarna. Já, glæsileg sókn hjá honum. Þarna hefði hann getað fengið 2 auðveld stig, en gefur í staðinn á Dupree sem treður og býr til smá stemningu bæði á pöllunum og bara í liðinu. Algjörlega. Og allt í einu skafum bara minkandi niður í 3 stig. Já. Og það einhvern veginn svo mikilvægt að ná nokkrum stoppum í vörninni, fá auðvitað körfur, á hérna verður þetta allt léttara. Og það líka einhvern veginn, maður tók ekkert eftir því að þetta væri að gerast. Alls ekki. Náum bara þann 2 góðum stoppum í vörninni og fengur hraðaflöpinn. Það bara óbúslega mikilvægt í þessu. Þannig að það. Statistikinn úti? Já, hún bara alveg úti, sko. En við getum þá bara leitað í gamla tölfræði. Já. Og það þannig að það er mikið jafnræði með þessum liðum eins og í frákastunum. Af því að eins og þessi leikur hefur svolítið kannski spilast. Það sýnist manni eins og Dupree sé svolítið og Gabriel hafa verið duglegir í að frákasta. Já. Það hefur á tilfinninguna að frákasta baráttan sé okkar megin. Já, en í gegnum síðustu 2 leiki þessar liða þá hafa sendarmenn verið að taka fleiri frákast heldur en IA. Já. Sem svolítið athyglisvert vegna þess að frákastahæsti maðurinn hjá IA sem Dupree, hann hefur verið að taka 12,3 frákastamenn til leik og Demba hjá Sindra þeirra frákastahæsti með 8,8 og hann í 10. sæti í deildinni meðan að Dupree í 3. En ég held að Dupree sé að vinna í þessum leik. Já. Jörgensen. Gott sending út í hornið á Stjúar sem fer upp á körfunni og ætlar að tróða þessu en þetta hefði Jónas að vera mættur fyrr á endalínuna. Síðan finnur
Þórð. González til varnar, Gabriel býtir skrínið, þannig að Þórður nú kannski komið meira opið skot heldur en hann vissi. Já. Gabriel með González með fullt af snertingum með báðum höndum á sig, skiptir engum máli, dómarinn dæmir ekki neitt. Stewart. Leggur á stað og fer svolítið auðvitað framhjá. Allt og auðvitað framhjá okkur þarna. Já, þetta var fullt auðvitað. Það er komið 4 stig í röð frá Sindra. Þórður dreif Jörgensen hittar lítið plás, Gabriel kemur í skrínið. Gabriel kom Jörgensen á sig undir körfunni, fær boltan hér. Rimantas kemur til hjálpina. Og vörð þarna hjá Rimantas, hann misti eiginlega sendinguna. Já, þetta var ekki góð innkoma eftir leikliðið hjá... Alveg skelfileg bara. Þarna voru Sindramenn að ná góðan stopp í vörðinni og fá hraðaflöp beint í andlitið á okkur. Það var munurinn aftur komin upp í 9 stig bara á engum tíma. Engum tíma. Þetta var bara rétt rúm mínúti ef þetta náði því. Já. En Skagamenn tók leikli og er að ráða ráðum sínum, en Sindramenn eru meira að ræða við dómarana. Já. Þetta sýnir líka kannski hversu óbúslega mikilvægt Dubry er fyrir IA að leið og hann fyrir út af þá bara breytir svo mikið bæði varnarlega og sóknarlega. Algjörlega. Þannig að það er bara því miður þannig að megum ekkert mikið hafa hann út af vellinum. Nei. Sérstaklega mótið öflugu lið eins og Sindra. Algjörlega og sko þó svo við höfum verið að tala kannski það að leikur Skagamanna undir körfunni sé eitthvað sem þeir eigi að spila inn á þeir eru með hávaxið lið. Sindramennirnir. Algjörlega, með bara töluvert hávaxið lið. En Dubry hefur bara svona kíló á þá svolítið. Já. En Sindramenn eru greinilega mjög uppteknir af þessu atviki sem verða á þegar það kemur svona hálfgerð allíúpsending sem að Þórður til varnar á móti mannum sem stekkur upp. Já. Og vissulega verður eitthvað snertingarna en hvor bjó hana til, ég sá það ekki alveg en það er kannski aldrei varnarmannunum með hag ef þetta gerist. En þeir eru allavega mjög uppteknir af þessu. Ég veit ekki alveg hvort þeir sé að reyna að láta hann breyta skoðun sinni. Ég hef aldrei séð það gert nema þá kannski með vídeódómgæslu. En hann er rétt sitt maður, hann Martin. Já. Það var þetta bara rétt. Sjáum hvort þetta skil einhverju. Skagamenn komið með boltan. Dubry. 9 stigum undir. Jörgensen tæpur á að stela boltanum hana. Það hefur svona háð kannski skalanum svolítið í vetur er að við erum í rauninni ekki með eiginlegan leikstjórn. Við erum með rauninni svona skotbakverði sem er að leysa þessa stöðu hjá okkur. Já. Og þetta er mikilvægt að hafa. Þetta er gríðarlega mikilvægt staðan á vellinum og það hefur svolítið svona háð liðinu. Þannig sjáum við Dubry í barðinu við González. González var búinn að vera í honum allan tíman. Já, samt nærinn frákostinu. Já. En þetta er líka athyglisvert með Demba og Stewart þarna undir. Stewart er reyndar kannski að spila minnustu en hann er samt hávaxtari heldur en González. En þeir láta samt González frá hann. Akkurat sko. Nú fáum við bara tölfræði Hannibal. Hvað heldur ég með? Þú sökt okkur í hana. Björn með þetta allt upp á 10. Þórður tekur boltan inn. Dubry böður hann, Rimantas til varnar. Þórður komið aftur, González til varnar. Það er skrínið, það er Demba á sig. Það er sekundar skottklukku, þeir vita það ekki. Þannig er bekkurinn steinsofandi, það láti ekki vita. Algjörlega, þetta verður eiginlega að skrifast á bekkin þarna. González, Þórður til varnar núna. Meiri svona styrkusendingar. Gefðu hann Jónas. Og Lucien búinn að fá Rimantas upp hann en náði samt ekki að nýta sér það. Skrínið, Stewart skiptir, Þórður. Erfitt skot Rimantas verð hennan.
Jörgensen fyrstu fram, Lucien aftur honum, Jörgensen setur þetta niður. Erfitt skot að klára, en hann klárar þetta vel. Lucien. Og aftur eru konum með mismættum. Nota Dupree fær boltan. Alveg slögg sending hérna hjá Dupree. Og Demba klárar þetta. Þetta er algjört einbeitingarleysi hérna hjá Skagamönnum. Já, klárlega. Ég meina við förum úr stöðunni 31-28 í 28-41. 10-0 kapli. Við erum búin að henda boltanum frá okkur núna trekk í trekk. Þetta er ofsalega dýrt. Lucien býr sér til plás. Það er hérna fullt af snertingu en ekki dæm. Jörgensen í þrist. Setur hann ekki. Lucien nær frákastinu. Stewart með lélegasta flott sem við séð. Já, við séðum betri. Það var ekki bara léð þetta með þess að mjúkt. Já. Og hérna í barðinu við frákastið nærði ekki en González tekur hann. Maður taka hérna kannski, nú erum við búin að vera í brasi síðustu sóknir, þá er þetta kannski ekki akkurat skotið sem við viljum. Ellert út í horni, svona mann í sér. Jörgensen. Þetta var skrítið skrín, já, það er hárrétt. Lucien gerði líka ágætlega að láta þetta líta illa út. Já, hann floppaði betur en Stewart gerði á hann. Það var talsvert betri leikarinn tilbúinir. En vissulega var snertingin frá Rímantars töluvert meiri heldur en hinum megin. Algjörlega. Það er 30 sekundur eftir af fyrri hálfleik. Ofsalega mikilvægt að við náum núna 3-4 með 2-3 góðum sóknum núna. Algjörlega, ég meina. Og einhvern stoppan að við náum að saksa aðeins á þetta fyrir hálfleik. 28 stig á 18 mínútum er ekki nóg. Nei, alls ekki. Þórður fær Demba á sig. Kemur út á. Aftur eru við ofbóðslega óöruggir með fyrir boltan. 3, 2, 1. Þetta var ekki fallegasta sókn sem ég séð. Nei, enga veginn og ég er ekki viss að hann hafi vitað að það væri 2 sekundur eftir á skotklukkunni. Demba, González. Tómas ákafar í vörninni, fattar sig að slá ekki. González vissi að þessi villa var að koma. Þetta er önnur villan okkar núna í þessu leikluta, meðan Sindramenn eru með 4. Þannig að spurði hvort það sé meira aggressjón í vörninni hjá Sindramönnum. Það er nefnilega akkurat málið. Stewart. Við erum líka svolítið á hælónum þarna bara. Við erum að hleypa þeim bara að labba fram hjá okkur. Þetta er ekki Carvagóð. Ég ætla bara að segja það strax. Já, það verður mjög skrítið. Ekki nema að megi ekki blokka eftir að búið að flauta hreyfinguna. Ég veit ekki það svo mikið en hann var bara ekkert í skothreyfingunni þegar hann brotið á honum, þannig að það væri mjög sérstakt ef að... Þetta er aldrei Carva með blokki hérna áðan sem var ekki dæmt Carva góða, þá er þeir samkvæmið sjálfum sér og dæmur og ekki körfu. Já, hárrétt. Það er samt skrítið að séu 2 skot ef þetta var ekki skothreyfing. Stúar setur fyrir að viti niður, kemur þessu 12 stiga mun. Við komum þessu í 13 stig þegar 1 mínúta og 43 sekundur eftir að fyrirháleik. Gerir það. Þóri Gjörður með boltan. Sigurður Guðni til varnar. Sigurður Guðni er alveg hörku varnarmaður. Já. Og þetta var svo auðvelt skot eitthvað. Já, samt var ég nýbúinn að hrósa varnarmannum. Já. Hann fekk skrín á sig. Já, reynda. Tómas ákafar hann aftur. Þetta er ekkert sérstök villa, en jú, kannski alltaf þetta er eitt bónus. Þetta er svona... Það er Stewart fyrir langan tvist. Já, þetta er alveg það sem við viljum. Taka þessi skot. Það kemur Þórður upp með boltan. 10 stiga munur, 1 mínúta og 10 sekundur eftir. Þórður. Náðu okkur ótrú. Það kemur Dupree á Rímantas og hnúðast þarna. Þórður fyrir fallega
backstep. Gullfallegt hjá Þórði þarna. Þetta er flókiskot. Mjög, þetta er alveg óbáslega erfitt skot. Óbáslega við klárið hjá hann. Ég sá svona bara í gær í NBA. Já, ekki? Þeir kunni þetta þar. Já, þeir veit hvað það er að gera. Ég man þessi þristinn. Já, þetta var galopið skot, en... Já. Ég hugsa að Rímanta sé jafnvel maður sem að megi alveg gera þetta. Já. Það er mín tilfinning. Gabriel á fullri ferð. Dupree ætlar að gera þetta líka. Stöndar það ekki. González reynir að blaka frákastinu. Tómas rosa stutt barátta boltan, en... Hvað er hann, hérna, hvað erum við ósáttum með þarna? Ég held að þeir dæma uppkast. Já. Þannig að öðrum bendir á Ía, þannig að Ía fær boltan, en þetta var rosa stutt barátta. Ég held að það var það sem voru... Já, en þið hefði viljað bara... Já, leifa þeim að kljást aðeins lengur. Þórður, sjóðandi heitur. Óheppinn, Dupree í baráttunni, tekur frákastið. Vel gert Dupree. Hvernig er staðan á villum hjá Sindramönnum? Villurnar hjá Sindramönnum eru þannig að Tómas Orri og Demba eru með 2 villur, Sigurður Guðni með 2 og Rínatas og Stewart eru með 1. Þetta er engin vandræði fyrir það, Nei. Dupree á línunni, getur minkað þetta niður í 6 stig. 70 fyrir vitið niður. 9,7 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. Og Dupree klárar. Þetta er mikilvægt. Þegar svo á bekkinn ætlar að setja þessa 9 sekúndur af sér. Já, list er hann að hugsa að hann krækir sér ekki villu. Já. González er ekki verið að skjóta. Ljósið það strax. Demba. Út í hornið af Stewart. Stewart. Óheppinn. Nær boltanum aftur. Fer það yfir í einu. Eitthvað smjör á boltanum. Hann vildi svona kenna dómaranum um þetta. Já, ég var eiginlega að vera ósammála því. Ég sá ekki hvað dómarinn átti að gera. Skjóta fyrir hann. Það var oft hægt að kenna dómaranum um ýmislegt, en þarna geti það verið erfitt. Þannig að sjáum við að Jalen eiga algjörum stórleikurinn bera liðið hérna í fyrri hálfleik. Algjörlega með 13 stig, 5 af 7 í 2 stigaskotunum. Ég ætla að sleppa því að telja þetta 3 stigaskot sem hann tók hann áðan. Það var eitthvað út úr karakter. Þórður er búinn að vera flottur með 10 stig og Gabriel hann er alltaf drjúgur með sín 9 stig. 4 af 8 undir körfunni. Það var fínasti endursplötur hérna hjá Skamanum. Algjörlega, þetta leit ekki vel út á tímabili hjá... Þetta er öllu jafnari hjá Sindramönnum. Já, þar erum við meðan Jörgensen með 14 stig og Stewartinu með 8 og Demba með 7. Ismael með 3, Guillermo með 4. Já. Og Rínatas 5 og Tómas Orri 2. Þeir eru með hvað? 5 menn sem eru búin að spila yfir 10 mínútur. Já. Og næstu yfir 14 mínútur. Já. Þannig að Skagamenn hafa verið að spila svo sem eins. Þeir eru með 5 menn líka sem eru búin að spila yfir 14 mínútur. Spila þetta nokkuð þér líka. Já. En við ætlum að skella okkur í smá hálfleik. Staðan 43-37 fyrir gestina og Sindra. Við komum aftur eftir smá.
Góðir áhorfendur, styttist í seinni hálfleikinn, tæpa 2 mínútur í leik. Athyglisverður leikur í gangi í Hveragerði þar sem að Hamar að keppa á móti Álftanesi. Þetta eru liðin í öðru og fyrsta seti, Hamar í öðru og Álftanesi fyrsta. Staðan 87-83 fyrir Hamar þegar 4 mínútur og 52 sekúndur eftir af 4. leikluta. Þetta er athyglisvert. Ég er ekki alveg klár á reyndar hvernig þetta er innbyrðis á milli Hamars og Álftanes. En allavega, ef þetta fer svona, þá erum við að tala það að liðin verða jöfn með 34 stig í fyrsta og óbúðslega mikilvægt að ná þessu fyrsta seti, þá var þetta komið beint upp. Annars að það fari gegn múslakeppni, það getur allt gerst. Já. Þannig að það búið að vera mikið skrið á Hamarsmönnum svona... Já, þeir hafa eru raunum með hörku lið og bættu við þessi Bandaríkjamanni núna eftir áramótin. Og við erum nú eitt af þessum 3 liðum sem við náðum að vinna það í vetur. Já. Þannig að Og við erum að fara að mæta þeim á föstudaginn. Já. Í beinni útsendingu á EA-TV, það sjálfsögðu. En Álftanes hefur aðeins svona, finnst mér, hafa aðeins svona fatast flugið núna seinni part tímabils. Komu rosalega vel undirbúinir hjá Kjara í tímabili. Og en mér finnst svona þeir töpuðu stórt núna móti Fjölni. En það var reynda bara að tapa 2 leikjum í vetur, en þeir hafa verið í mjög svona close leikjum. Mjög close leikjum eru allt tímabil. En þetta er gríðarlega mikilvægt að rosalega stór leikur í gangi. Algjörlega, og fylgjumst með hann verður búinn áður en þessi leikur er búinn. En seinni hálfleikur er að fara að hefjast, 10 sekúndur í seinni hálfleikinn, staðan 37-43 fyrir Sindra. Sindri búið að vinna báða leikhlutana, vinna fyrsta leiklutan 23-19 og seinni leiklutan 20-18. Já, Sindri hefur verið svona bara heilt yfir svona skrefin og undan í þessum leik, en svona, og meðan okkar menn hafa náð að taka svona áhlaup hér og þar og svona halda sér inn í þessu. Já, þeir eru búin að vera stöður í gegnum leikinu meðan ég hefur svona farið upp og niður. Já, algjörlega. Það var seinni leikurinn hafinn. Og fyrsta karvan er komin, það er Rimantas sem setur hann niður. Þetta var fljótgert hjá hann. Já. Ekki svona mútið Þórði, Lúsíðan sækir boltan. Dupri gaf hópin undir körni og Jörgensen er komin á hann. Lúsíðan fyrir þriggjastigaskotið. Dupri óheppinn hana, en það er leið setta fyrir. Góð bara þarna hjá Dupri. Ok, ég held að hann hefði náð honum, en... Nú náði hann ekki, já, ok. Ég held að hann hefði stíð út af þennan, en þetta var brákitsparta, ekkert langt frá því að ná þessu inn fyrir okkur. En þarna sérðu, sko, við erum að tala það, þið taka skrínið upp á toppnum. Dupri dettur niður með Jörgensen á sér. Við erum ekki að koma að ná að nýta þetta nóg. Nei. Rimantas á móti Dupri. Og svo Demba, hljóðna á Stewart. Og þetta er Rimantas á samanstað á þann, stuttur núna, Demban er að plaka hann aftur út af Rimantas. Fyrir einu svona nýta, nú setur hann niður. Það er bara eiginlega svolítið liðið vörð þarna hjá Jalen, hann er ekkert svona, hann leifur hann svolítið að vera með boltan þarna og gera sem hann vill. Skiptar aftur. Þeir skipta á öllu skrínum hérna. Alltaf. Sindramenn. Því sterkur hann á móti Stewart, setur þetta niður. Jörgensen kemur upp með boltan. Demba, Gabriel pressar á hann. Demba lendir í smá patti. Fínur hjá Gabriel þarna. Rimantas, hann ætlar að skjóta öll skotin í seinni hálfleik. Það virðist bara vera allt í lagi, hann setur þetta niður. Mér sýnir svona á að skilabúin í hálfleik hjá Ísrael Martin hafi verið að reyna að fá boltan á Rimantas og fara svolítið á Jalen, láta reyna á hann varnarlega. Já, og það er bara að virka. Algjörlega. Nú séum við Rimantas. Það er hann upp í loftið. Vel gert þarna. Fallegt. Og það var góð. Virkilega vel gert þarna heil Lúsín. Og Dupri eitthvað óranað með Stewart þarna, vill meina að það hafi verið olbogi. Er hann að dæma ásetningsvillu á... Ég er ekki alveg viss. Hann kallaði ásetningsvillu en ég veit ekkert á hvernig hann dæmur hana. Nei, hvort það sé Dupri eða Stewart. Já, ég er að pæli hvort það hafi verið. Ef það var með tæknimann, það myndum við sýningu þetta aftur, en við erum með það. Já, 24.
hann var held ég að halda honum. Var villa var á Jalen? Já, það dæmdi villa undir körfunni á, þá brotaði Lucien. Já. Og eftir það þá ítti Dupree við Stewart undir körfunni og gaf merkjum einhvern olbúa til dómarana. Já, þetta nefnilega svolítið hefur verið svolítið háunum Dupree hjá okkur að hann að eiga þetta til að missa sig svolítið. En Lucien kláraði og einnið sitt og þá Stewart að fyrir 2 skot. Fyrir skotum niður. Og seinni skotum líka. Og sendramenn fá boltan aftur. Svona lag algjör óþarfi og ofsalega dýrt. Já. Líka vont að fá, þú veist, og einn moment með sér og það tekið á þér í þessu. Alveg getið á þér. Jörgensen, Þórður til varnar, leita á Rimantas. Dupree til varnar. Flott hreyfing á Rimantas þarna. Hann bara á eldi henni senarleika, hann kom með eitthvað 6 eða 8 stig eða ég held ég að taka það saman. Það eru hún svo mörg. Þú séum mútið Stewart. Og Jörgensen stelur þessu bolta. Og þetta var... Ef þessi bolti hefði verið í Bandaríkjunum þannig að sannlega verið skotið niður. Já. Þetta var eitthvað hluti sem átti ekki vera hana. Já, það hefði sennilega borgað sig að skjóta niður hana. Það kemur Lucien á mútið Stewart. Það virkar sneggri á fótunum en hann fer samt út úr því eftir að hafa verið komin inn í það. Dupree tilbúinn að vera skrínið á Stewart, fá hann á sér undir körfunni. Lucien í þristinn, óöppinn, skrúfast upp úr, gott frákast. Gabriel. Sleifum þetta laginu hana. Jörgensen með frákastið eftir tilhjón frá Ellert. Þetta ágætis villa hjá hann og Þórði þarna að stoppa sóknina. En það svo, við þurfum að fá svona stráka eins og Ellert þarna til að setja þessi opnu skot ofan í. Þetta vantar alveg, það eini maður sem situr opið þriðjskot núna Þórður. Já. Og Lucien svona þegar hann liggur á honum. Þetta svo óbúslega verðmætt að vera með svona stráka sem geta spila góða vörn og sett opnu skotið sín. Algjörlega. Það bara vantað óbúslega hjá okkur í vetur. Það bara, ef þú ert bara 30% þryggjastæðarskipta, þá setur þessi 3 skot einhvern tíma niður, bara halda áfram. Það bara þannig. Stewart í erfiðri hreyfingu, skrúfast upp úr, Lucien nær valda boltanum eftir að Dupree blakka hann frá. Lucien, nú Dupree með Jörgensen á sér, Stewart tilbúinn í vörnin hjálpinni, þá Þórður opinn fyrir utan. Nýtir það ágætlega, finnur Gabriel sem fyrir þristinn, setur þetta á nýtt. Man alltaf jafn hissa þegar að Gabriel setur þessi þryggjastæðarskot sín, hann með alveg óbúslega skrítinn skotstíl. Já, ég ætla bara að leyfa mér að segja, hann með ljótt skot. Já, hann bara með óbúslega ljótt skot. En hann nefnilega með ótrúlega góða nýtingu með við það. Dempað Rimantas og herðu, enginn í frákastinu, hvað í gangi? Rimantas var komin í þristinn bara. Akkur ekki. Akkur ekki. Lucien og Gabriel. Ellert kemur upp á Lucien aftur. Dupree skrínið. Ellert. Gabriel sterkur í skrautsendingu bentar í Rimantas og aftur reynaður að henda einhverjum skrýta sendingu á Stewart. Hann vill það ekki. Nei, hann vill ekki þessar sendingar. Hann bara ekki hrifinn af þeim. 10 stiga munur, 45-55. Þegar þriðji leiklundi nánast hálfnaður. 5:50 eftir að þriðja leiklundi. Dupree með Stewart á sér. Maður sér líka, sko, nú Sindri með farnir að falla meir inn í teginn. Það voru 4 konur í kringum Jalen. Og þetta rauninni gerist bara þegar við erum ekki að setja þessi skot fyrir utan nema þá bara Þórður. Hann er svo auðvelt að falla á okkur og pakka í teginn bara. Nú var Stewart að fá svona þriðji villu, þannig að þeir skipta González inn á, þá lækkar liðið þeirra töluvert. Stewart getur spilað það undir á móti Dupree ef hann lendir í þeim skiptum, en það er erfiðara fyrir González. Gabriel.
Lucien. Og gott hlaup hjá Jörgensen þarna. Gabriel vill fá snertinguna þarna, fær ekki. Þórður á móti Jörgensen. Opinn þristur, gengur ekki, Gabriel frákastið, Ellert snöggur fram en Gabriel sér það ekki. Gabriel kom með González á sig, hengur hann á hann en það er ekkert. Já, vel gert þarna hjá Gabriel. Þarna nýtir Gabriel styrk og hæð. Já, algjörlega. Eins og það hann, þeir að skipta öllum skrínum, þarf að nýtast þeirra betur. Algjörlega. Alveg svo Sindri, óöfinn hana. Þannig vildi hann Rimantas fá okkar fyrir sinn snúð en... Já, mögulega var eitthvað til í. Gabriel. Gera árásina, vill á gólfinu. Já, flott hjá Gabriel að vera bara aggressífur á körfuna þarna. Setja villur á það. Hvað er Rimantas komið marga villur? Þetta er önnur villun hans. Já. Stewart og Tómas Orri eru konum með 3. Þannig að það er raun og verið engin villuvandræði þannig hjá... En það er sama, leiðamönnur konur í þess að 3. Þá þurfa menn að passa sig. Já, algjörlega. Þá fer að beita þeim inn í vörðinni og þetta hjálpar allt til. Við erum á Dasa, kemur inn á, ég held að kalla bara Dasa. Já, þetta var alveg sáttum með það. Já. Rimantas fer á velli. Var þetta ásetningsvilla? Hvað er í gangi? Ég bara misti alveg að þessu. Það er tæknivilla. Dómararnir fundum málið sé. Þetta sé ekki tæknivilla. Ég bara tók augun af skjánum, ég sá bara ekki hvað skeiði. Nei. Já, eitt skot, þá hlýtur þetta að vera bara tæknivilla. Já. Og þegar hinn villan var á gólfinu. Já. Nú síðan setur þetta niður. 7 stig leikur. Nú væri ofboðslega gott að fá góða körfu, ná sér niður í 5 stig. Þetta er bara því miður réttu dómu. Þetta er bara Jalen allt og seinni í skrínið. Fær á sig ofboðslega klaufalega vill. Þeir settu reyndar villin á Ellert. Vilja meina hann á hlaupi niður. Það er sem er líka mjög skrítið. Já, Tómas Orra. En enga síður alveg umulega útfærð. Þetta var ræðilegt. Akkur er þetta ekki tvígrip. Tómas var í horninu upp. Setur hann ekki. Jalen bara latur á hann. Já, hann er eins og hann. Jörgensen fer auðveldaði í gegnum þetta. Setur þetta niður. Já, vel gert Þórður, segja villuna. Jörgensen eitthvað er hann að trassa Þórð og Þórður er svo heiðarlegur og hann bara sagði ha og hlustaði betur. Já. Þórður vel upp alveg drengur. Ísrael Martin var að gera eitthvað athugasemd við stigatöfluna. Hann er sterkar skoðanir á hlutunum við hann Ísrael Martin. Sko ég, samkvæmt mínum bókum, er í með 49 stig. Ekki ljúga þínar bengur? Það vantar, held ég, vítið hans. Lucien sagði hann. Já. Ég skal ekki segja það. Nei. En við eigum þetta alltaf teipi. Akkurat. Þórður missir fyrra skotið. Setur skotið niður. Já, ég er ekki alveg sannfærður. Ekki nema að hafa verið bara búin að gefa stigið áður. Já. En alltaf, Demba kjörur fútbolta. Tómas Orri. Lucien til varnar. González færa boltan úti. Tómas er til í hann. Þórður. Jörgensen.
Demba. Ná þessu, já. Fá nú eitt þristirna, nei. Demba með frákastið, kemur upp boltan. Jalen trublar hann. González. Thomas klár. Demba eftir González. Það sá boltan á Jalen, þeir ætla að keyra frá hann Jalen. Þetta enda við það, González með skrýtna sendingu sem að tókst samt. Já. Og enda með því að Lucien brýtur af sér. Er þetta önnur villan á Lucien? Nei, Lucien. Þriðja villan. Lucien fyrir út af og Þórður kemur aftur inn á stöðkvildi Þórði. Það sá línni. Settur fyrir skopið niður. Settur skopið líka. Kemur þessu upp í 10 stig þegar 3 mínútur og 15 sekúndur eftir að þriðja leikluta. Thomas. Frank. Demba kemur hendi í boltan. 9 sekúndur á skotklukkunni. 3 mínútur eftir að þriðja leikluta. Nú þurfa Skagamenn að fara að rífa sig í gang að vera alltaf eiga einhvern möguleika inn á leik. Algjörlega. Það er eiginlega á villu á Thomas, erfitt skot. Ofsalega lélegt skotval þarna. González kemur með boltan. Thomas tæpur á slá. Hann bað þessa villu í rauninni. Nú setjum við í bónus. Þetta er bara líka, þetta er ekki góð villa. Snemmi í sókninni. Og þeir í skotrétt. Jalen og Thomas fara velli, Daði og Jónas kom inn á. González setur vitið niður. Setja líka öruggur á línunni. Frank upp boltan. Og svona finnst Frank ekkert vera neitt rosalega öruggur á boltan þegar hann er að taka boltan svona upp. Nei, já. Það virðist ekki vera, hann er alltaf greinilega ekki svona leikstjórnanda upplægi. Gabriel opinn, Jónas með gott frákast. Það er valda boltanum. Finnur Gabriel aftur. Hann var González tilbúinn í að fara fiska rauðninginn en það er glæsilega gert hjá Gabriel. Geggjaður snúningur. Aftur þetta 10 stiga leikur. González, langt til varnar. Það tekur skrínið út á Thomas Orra, setur þristinn niður. Jörgensen að safna sér í villum, það er áhyggjuefni fyrir Sindramenn. Hvað er að koma margar núna? Þriðja? Önnur. Nei. Hann hefði bara verið villuleysi fyrir hálfleik. Já. En hann sest á bekkinn og Sigurður Guðni kemur inn á staðinn. Þórður setur fjölskyldu niður. Setjum líka. Þessi leikur er 21-15 fyrir Sindramenn. Það var ekki alveg það sem Skagamenn vildu. Nei, það finnst ekki. Sigurður, González, Þórður fyrir á hann. Það finnur galopinn Sigurður Orri í horninu. Setur hann aftur. Óbúslega stóri 2 hristar hjá honum í Gabriel, eða hvað er hann aftur? Sigur Orri. Sigur Orri segi. Hún sást líka þegar González er að fara í aftanarkörunni. Hann var aldrei að leitast þessar skoti. Aldrei. Aldrei. Þórður ætlar að svara þessu. Getur það ekki. Sigur Orri með frákastið. Sigur Guðnis fyrstu fram. Úi!
Góð vörn hjá Þórði þarna að dansa. Sá hann ekki. (24 16) í þessum þriðja leikluta. Sindramenn halda sínu striki. Skagamenn þurfa að bæta í. Þórður. Gabriel. Erfis. Tómas Orri. Góð vörn þarna hjá Sindramönnum. Tómas Orri. Hann langar að skora meira. Það voru glæsileg vörn hjá Þórði. Sigurður Guðni. Skagamenn vinna þennan bolta. Gabriel. Skagamenn þurfti þetta stopp. (49 sekúndur eftir að þriðja leikluta). 53-67. Sindramenn í ágætismálum. Skagamenn er bara með 3 þriggjastaskot körfur í þessum leik. Þetta er náttúrulega... Það er alltaf lítið. Það er alltaf lítið. Gabriel. Demba á til varnar. Erfitt skot. Tómas Orri með frákastið. Kemur boltanum á González. 26 sekúndur. Þetta er rúmlega skotklukka. 4-5 sekúndur á milli skotklukku og leikklukku. Vel gert hjá Frank. Lætur González dribla boltanum út af. Það er að pikka í hann. Ekki veit ég hverju González er að mótmæla. Ég ætla að vilja meina að Frank hafi driblað hann út af. Stegun höndunum að sér henni. Það er ekki gott að segja. Mér fannst það nefnilega akkurat vera þannig að Frank er bara fipan og hann ítur henni niður. Já, mér sýndi það líka. 18 sekundur. Skagamenn geta spilað út klukkuna. Og náðu svo það niður í kannski 11 stig, max. Nú síðan mikið drip. Tapa boltanum, dempa stelurunum. Tómas Orri, þetta var ábúrslega léleg. Já, mjög lélegt. En 53-67. Sindramenn bæta við. Þeir vinna þennan leikluta með 8 stigum. Komnir með þetta upp í 14 stiga mun. Það er þægilegt, en það er líka pínu hættulegt. Í 14 stigi körfubolti er ekkert svo mikið. Það er ekki neitt. Ef við bara náum smá rytma í sókninni, þá er þetta fljótt að breytast. Það er það, en áhugjefni fyrir IA, kannski sóknarlega í þessum leik er það að við höfum aldrei skorað 20 stig í neinum fjórðung af þessum 3 fyrstu, á meðan að Sindramenn hafa alltaf gert það. Og það er kannski eins og bent í réttilega áðan að Skagamenn eru búin að hitta 3 þryggjastæðakörfur í öllum leiknum. Þeir eru 3 af 19 í þryggjastæðaskotum, á meðan að Sindraliðið er 6 af 13. Já, og við líka miða við hvað við höfum náð að opna teginn vel þegar við höfum farið inn í, og ættum við að vera að ná að opna svolítið fyrir utan, en við erum 3 af 19 í þryggjastæðaskotum. Já, 3 af 19, þeir eru 6 af 13. Já, þeir eru að skjóta rétt 50%. Já. Og við erum að hvað? Það er ekki eitthvað svona, þetta er svo... 15%. Já, það er bara skelfilegt. Það er skelfilegt. Þetta er svolítið búið að há okkur í vetur, þryggjastæðanýtingin, við erum bara, okkur vantar fleiri skotmenn. Já, það er greinlegt og skotnýtingin bara almennt í leiknum. Við erum að taka fleiri skot heldur en þeir, við erum að taka 49 skot á móti 44. Við erum að hitta 19, við erum með 38% skotnýtingu í leiknum, meðan þeir eru með 59% skotnýtingu. Það er erfitt að tapa leik ef þú ert með svona miklu betri skotnýtingu heldur en hitliðið, þó svo hitliðið sé að taka fleiri skot. Algjörlega. Og við erum að taka fleiri víti líka. Við erum 12 af 16 í vítum að meðan þeir eru... Við höfum verið að komast á körfuna, erum að fá víti og svona, það er bara... Við erum bara ekki að hitta nógu vel. Það var athyglisvert að sjá hvernig Skagamenn bregðast við. Nú er komin inn á í fyrsta skipti í þessum leik hjá Skagamönnum hann Júlíus Duranona. Júlíus skall það glæsilegri nýri greiðslu í kvöld. Ég viðurkenni öfundan. Ég líka. Dúbur tekur boltann inn, nú síðan biður hann og fara. Sigurður Guðni til varnar.
Já, Sindramenn konur í svæðisvörn. Þannig náttúrulega lykilatriði. Gerðu við ágætlega með að koma boltanum inn í miðjan teginn á Jónas. Það er upp með góða mann hann í miðjunni sem getur skotið og gefið hann vel út frá sér. Það á að vera óbærslega auðvelt að opna svona vörn, sérstaklega þú fyrir góða skotmenn. Þannig lykilatriði, mér finnst það mjög skynsamlegt hjá Ísrael Martin að fara í svæðisvörn þegar þú ert með lið sem er að skjóta svona illa fyrir utan þryggastælínuna á móti. Það virkaði líka eins og þetta hefði komið skafanum á óvart þegar það farið í svæðis. Já, gerir það klárlega. Mikil barátta undir körfunni. Þetta er bara, þetta lá í loftinu. Hann var búinn að vera að pönkast í honum allan tíman. Já. Og heldur áfram að tuða. Það var bara fín vörn hjá Gabriel. Algjörlega. Það verðist enginn alltaf að hjálpa Lucien að taka boltan inn. Jalen að taka eina auka ferð. Já. Sýnir Sindramenn hafa bara gert þetta eina sókn svona til að aðeins að slá á. Aðeins að slá út á laginu. Allir boltarheiðing. Og fastur, Lucien nær frákastinu. Július, opinn treyst. Setur hann niður. Hvað heldur þú, Július? Þetta er dýrmætt. Nú er þetta bara 11 stig. Ef við náum að, við þurfum ekkert marga sóknir til að komast inn í leikinn aftur. Frábært hjá Júlla að koma inn í þetta krafti. Já, mjög gott. Sérstaklega þegar hann fær á sig skref í fyrstu sókn og svo bara kvittar hann það út með þrist í næstu. Algjörlega. González príkir með langt út á mótunum. Tómas Orri, hann er á eldi hérna í þryggjastæðarskotinu, þriggja í 3-3 held ég, 3-4. Já, ég það. Hann er bara... Það er bara meira en allt írliðið hefur gert í leiknum. Það er bara þannig. Lucien. Gabriel, Július. Já, þetta er flott spil. Þetta er erfitt. Þetta er frákast og Lucien er ekki jafnvægi. Nærunum saman. Byttu. Hvað er hann að dæma? Ha? Skotklukka, já. Því það sem tapaði bolti eða? Já. En hérna... Þeir endurnýjuðu klukkuna þarna fyrir mistök. Hann fór ekkert í hringinn þarna hjá Jalen held ég. En ég veist ekki samt að það væri tapað bolti. Ég held að þeir eru bara að stoppa á leikurinn og getum við þá bara að fara að gera þetta. Við erum með bara mann á skottklukkunni þegar hitliðir í sókn og bara endurnýja þannig og þá tapaði boltanum. Já. En González kemur upp um boltan. Július til varnar, finnur Demba. Jónas á honum og Tómas Orri, sjálfsögðu þegar hann í þetta. Hann getur ekki klikkað. Af hverju erum við ekki nær honum? Þarna, strákur sem voru heita gaf. Þetta er 4. þristurinn. Já. Þetta er... Við fáum þetta einkast. Hann er 4-6. Til frí. Lucien, Sigurður Guðni til varnar. Skipta, Tómas Orri á honum. Gabriel í brasi, Demba kemur á mótunum. Lélegt skot. Óbúslega erfiðar síðustu sóknirnar hjá okkur. Þetta er búið að vera hnoð og einstæðlíkt framtak og... Sjá líka að Dupree er alveg hættur að koma upp í skrínu og detta inn, falla inn og fá mannin á sig og... Þetta er bara... alls ekki gott. Dasa galopinn í körnu, þau sjá hann ekki. Já, út af. Kemur Þórður aftur inn á. Jónas. Hamarsmenn unnu Álftanes 98-91. Það er komin spenna í toppbaráttuna, eða fyrstasætisbaráttuna. Ég gef mér að þessi liði verði nú bara 2-3 stiga karfa. Þetta þurfum við að fá meira. Þórður við þurfum að reyna að opna meira fyrir Þórður. Þórður er ofsalega
góður skómaður, hann langbest skómaðurinn okkar. Þannig González að láta Júlíus brjóta sér. Já. González alveg óbúðslega skynsamur leikmaður. Mjög gaman að fylgja, þetta ekta svona... Vel skólaður. Já, vel skólaður evrópskur leikstjórnandi. Hann að rauninni fyrst og fremst að leita félagið sinni uppi. Dasa undir körunni, þetta var auðvelt. Júlíus fer á Tómas Orra, finnur Lúsín í galopin þrist. Óheppinn. Jalen líka óheppinn, Demba, Júlíus stelur sig. Finnur Jalen. Þórður, fyrstur. Óheppinn. Vill á Lúsín hérna. Þórður átt að taka þetta skot. Já, engin spurning. Lúsín líka. Þetta bara svona skot sem við hefðum bara viljað sjá hann í. Já. En rosalega getur Ísrael Martin talað við dómarana. Þetta er bara... Þetta er, ég skil ekki, þú veist, hver á þetta að skila? Ég veit það ekki. Já, Jalen líka bara pirrar á þessu, bara tók bara boltan. Já. Demba til varnar, Jalen. Óheppinn hana. Ísrael þarf ekki að ræða þetta á dómarana. Nei, hann er sammála þessu. Já. Þessi ángaseldur, hann finnur eitthvað. Júlíus. Það er þau bara Dasa frá boltan, það er bara leifu honum að dribbla. Já. González á móti Þórði. Sigurður Guðni, Júlíus til varnar. Skipta, Júlíus á González. Inn á Dasa. Gabriel til varnar. Skref líka. Já. Lúsín með boltan. Sjáðu, það er engin sókn og engin vörn. Nei. Það er bara eins og leikurinn sé að vera bara síðustu 20 sekúndur. Já. Jalen. Fullt af snertingum hana. Jalen náttúrulega okkar sjálfur. Setur þetta niður. Þetta er nú bara fyrsta karriðan Jalen í svolítið langan tíma. Já, hann er búinn að vera eitthvað down. Hann er búinn að vera, já. Hann er ekki að fylgja þessum fyrri hálfleik eins eftir. Nei. Og það komur meira út í Tómas Orra, það er jákvæmt. Já. González. Leitar að Tómas Orra. Hann fer í 2 stiga flóter. Vel gert að Tómasi. Já. Og Lúsín, vel gert. Hann er skrítið að snertingin er til staðar en engin vill það. Jörgensen inn á. Sigurður Guðni búinn að skila góðum mínútum meðan að Jörgensen var út af. Algjörlega. Leikhlé 63-74. Nú fer þetta að vera alveg síðasti sens hjá Skagamönnum að spýta í lófana. Innan við hálfur fjórði leikhlé eftir. Já, þetta er allt hægt en þetta er hérna. Við erum að pari, það er bara ennþá 14 stiga munur eins og var í byrjun þessa leikhljóta. Já. Þannig að þetta er svona, ég veit ekki, þetta er svona meira sóknarlegs eðlis en varnarlegs sem er hjá þó svo að vörnin hafi ekki verið góð en. Já, algjörlega, þetta er svona, við erum að tapa boltum og skotendíkin fyrir eitthvað léleg. Já. Þannig að hérna, svona svolítið ráðaleys í sókninni. Þú séð að hann Jalen sem var með hvað, 19 stig, var ekki, 19 stig fyrir áleik? Nei. Nei, hann var með 14 ekki. Nei, hann var meira, hann var ekki með... Já, betur, hann með 17, já. Þetta var með 14 í hálfleik. 14 í hálfleik, já. 13 að 14. Já, og séð að hann er búinn komið 3 stig í seinni hálfleik, sko. Já. Þannig að það er ekki gott, en þeir hafa eflust lagt mér áherslu á núna í seinni hálfleiknum. Já, en líka mér finnst hann líka bara hafa breytt leiknum sem svolítið. Hann er ekki eins mikið að búa sér til. Nei. Og eins erum við bara, við erum að fá bara framlega og alltaf fá leikmönnum. Það er bara því miður þannig. Skal náttúrulega pressa á hérna í innkastinu sínu allavega. Sjáum hver það skilar. Það skilar því að Lúsín nær næstu því að spilunum. Sjálfsagt að reyna þetta, sjá hvort að hérna fáum ykkur auðstig. Garcia með skynnsimina. Akkurat. Júlíus.
til varnar. Jörgensen. Dasa til Jalen. Garcia. Demba. Jörgensen. Dasa fær Jalen hann í auðvelsli upp í loftið. Já. Bjóð sér til auðvelt tækistarskot. Þorður. Jalen, núna er Jalen með Jörgensen á sér undir körfunni. Július út á Gabriel. Jalen tekur frákastuð. Gabriel setur þetta niður. Þetta er vel gert. Þetta var flott boltarhreyfing hjá þeim og Július gott auga þegar hann finnur hann Gabriel fyrir utan. Demba, González, Þorður varnar. Dasa komið langt út. Jalen mútið honum. Dasa, Gabriel kemur í vörnina, hjálpa vörnina, óöflinn. Dasa setur þetta niður. Það er einhvern allt niður hjá Sindra. Já, þeir eru bara, bæði það, vörnin er ekki nógu góð og þeir eru líka, þetta eru með marga góða leikmenn. Já, svona solid sem að bara gera sitt. Já, gera sitt vel. Þetta var mjög erfitt skot, Jörgensen, falleg bolta með ferð og Dasa, auðvelt takist að kara. Þeir eru bara að sigla sig heim. Það lítur út fyrir það. Þannig með þetta í 18 stig þegar 3 mínútur eftir. Skagamenn hafa bara einu sinni skorað meir en 18 stig í heilum leikluta þessum leik, þannig að það er eftir 83 mínútum. Þorður, Jalen fyrir utan þykjastælina, fyrir skotið með Jörgensen á sig, setur þetta niður. Það var ekki eins gott fyrir hann. Já. Jalen hefur alveg sýnt að hann getur þetta í vetur, hann er alveg með ákveðin þykjastælmyndingu. Dasa galopinn, hann vissi það bara ekki. Jörgensen fær hann í þryggjastælskotið. Nú síðan fer í að móta honum. Það er með hann að brota Tómas Orrasynsner. Þannig stígur ólega út. Það er Július út af og Frank kemur inn á. Það var ágætis innkoma hjá Júla þarna. Ja, alveg klárlega. Setti þrist og var að gefa sig ít í vörninni. Algjörlega. Skilaði sínu rúmlega það. Þorður með Dasi á sér. Hann er sneggra fótunum en nýtir það ekki. Gabriel og Frank. Jalen með Garcia á sér. Þorður í langan þrist, setur hann ekki. Dasa með frákastið. Demba. Frank truflar hann vel. Dasa alveg galopinn undir körfunni. Hann er bara... Þetta var Jalen kominn út á miðju. Við vissi ekki alveg hvort hann var að pæla að stela honum eða hvað allan að ákvaða að taka ekkert mjög virka hátt í vörninni. Nú var hann með Garcia á sér undir körfunni. Já. Þeir tvíteka þetta svolítið inni, nú þurfti hann að síla manninn sinn. Frank í þristinn, Demba með heiðarlega vörn sem að truflar hann og lætur hann skjóta fastar. Það sem er frákastið. Garcia, Demba. Tæpur á miðjunni hann en alltaf lagi. Tómas Orri af. Tók frákast bara sjálfur en óheppinn, klúraði í auðvitað leiðuppi. Og Dubri, Jalen, setur niður, heyrðu. Þetta er nú komið í hálfgerða vitleysu bara núna, sem þessi hætti bara í vörninni. Já, bara leikli. Nei, bara skipting. Jalen kemur af velli og Felix strákum inn á sínu snær. Jalen er eitthvað haldrandi eins og hann hafi... Dasa fyrir út á líka og unna kemur Rimantas. Dasa búinn að skila ágætis dagsverki, vægast sagt. 6 af 7 í skotum í 14 stig á 90 mínútum. Já, akkurat. Hann er búinn að vera hérna... Þetta er bara svona solid leikur hjá hann. Alveg gersamlega. Bara ekkert farið fyrir honum. Nei. Klára allt sem hann er fengið. 3 stiga eftir liðinu sínu. Já. Hann kemur Frank upp með boltan. Hjörtur kominn inn á líka. Þetta skiptir leiknum. Gabriel tekur skrínið, hittar hann ekki. Frank. Jörgensen, hann er að trufla hann. Hjörtur. Sigur Guðna. Gabriel, 9 sekúndar skotningu. Gabriel, Tómas Orra. Sterkur upp á körfunni og fær villuna. Já, þetta er bara flott hjá Gabriel þarna. Þetta auðvitað að sjá Gabriel gera meira og fara svona pósta menninu upp svolítið. Hann er með hörku fína hreyfingar. Algjörlega. Mikið íþróttamaður.
Þetta er alltaf að skipta Tómas Orra út af, aðlilega hann er kominn 5 villur. Já. Það má hann ekki spila meira. Það er bara þannig. 1 mínúta og 12 sekúndur eftir. Menn að svo sem sitja þessir lengri tíma en það. Og einn af þeim sittur við hliðina mér. Erfitt að taka víti með enga bolta en dómarinn fann hann. Já, það er snúið. Gabriel í vítinu, skapar hann í. Tökum það. Og setna vítið líka niður. Já. Tvöld skipting hjá skafunum, Gabriel og Lucien kom út af. Daði og Ellert. Kom inn á. Ætlaði að kalla hann Elias. Það er líka verið bara fallega sann af náðan. Brímantas, stöður fram hjá Felix. Jörgensen í erfiðan þrist, fallegt skot, nær honum ekki, en Stewart fær ekki tróðslu. Nei. En 2 stig voru það. Síðasta mínútan í þessu leik komin á stað. Frank, Felix. Daði nær ekki boltan en Jörgensen stelur honum. Snöggur fram, easy layup. Hann er mjög svona skemmtilegur leikmaður hann Jörgensen. Hann er svona aggressífur og snöggur. Maður sér ekkert svona augljósa veikleika á honum. Nei, kappsamur líka, það nennir þessu sko. Já, algjörlega. Þó hann þurfa að dekka stóra manninn undir, hann lætur sig hafa. Stewart stelur þessu. Hver er fyrstu fram? Jörgensen og Sigurður Guðni. Fyrir liðin, setur hann niður. Þar með þessi karfa var pínu merkileg fyrir hennar leik. Fannar Freyr Helgason, því nú hafa allir leikmenn Sindra skorað. Það er ekkert annað. Fyrirliðin tóku á sig að vera síðastur. Já. En 24 sekundur eftir, þetta er rétt rúmlega skotklukka. 700 betur, 72-93. Þetta er svona vissuleiti vonbrigði, sko. Já, ég verð nú að segja það. Mér finnst það mikil vonbrigðisleikur hjá okkar mönnum hérna. Ég fann svona, alltaf þegar við vorum að gera líklega koma að stáka á raun, þá svona gerum við klaufaleg mistök varnarlega eða tökum rangar ákvarðanir sóknarlega og missum svona möguleikan okkar að komast inn í leikinn almennilega. Sko við erum að tala um það, seinni hálfleikurinn er eins og staðan er núna þegar þessar 24 sekundur eftir, það er 50-35. Já. Svona í seinni hálfleik sem við þurftum að vinna. Já. Við erum búin svona frekar illa, sko. Algjörlega. En Sindramenn er í 3. sæti og við erum í 9. sæti, þannig að það er einhver ástæða fyrir því. Jú, alveg svona, þó þessi nú fámennir hérna Sindramenn, þá eru mikil gæði í þessum leikmönnum sem þeir hafa. Já, það hvíslaði að mig lítið fugl að orðaltöld ekki fámennt en góðmennt, það eru fundið upp á Hálnahöri, ég veit ekki hvort það sé rétt. Ég held nefnilega að það sé rétt. Hjörtur, vel með bolta, hann finnur Daða út af Frank, Hjörtur fyrir þristinn, akkur ekki, ofstuttur, Daði bjargar þessu ekki. Það er lítið síðasta sóknleiksins. González bara dribblar þetta út. Leik að ljúka 72-93, sigur Sindramanna. Hver er maður leiksins? Hver er maður leiksins? González. Mjög svona González eða... Já, eða hérna... Ég er að spá, ég hendaði bara á hann hérna Guillermo Daza. Já. Af því að þegar skagamenn þurfa að komast inn í hann leik, þá deliverar hann. Þetta er alveg ótrúlega jafnt lið, þetta Sindralið. Já, við erum kannski aðeins yfir það. Vel stíðin, við erum frábærleikur hjá honum Jörgensen, Rimattas kom inn í seinni hálfleiknum með óbúslega sterka innkomu byrjun seinni hálfleiks. Já, lagði línurnar fyrir það sem koma skildi. Já, þannig að já, það er ekkert gott að velja einn úr þessu Sindraliði til að vera maður. Þeir eru bara áttu en González 9 stóðsendingar. Já. Hann er greinilega líka, spilar flesta mínútur hérna. Byrjaði á bekknum. Já, byrjaði á bekknum, já. En greinilega samt svolítið lím
Já, algjörlega, eins og við sáðum bara í útsendingunni, hann er vel skólaður, hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Ég held þessi strákur að spila í Dominos, er það ljúgaður? Ég veit ekki, það getur verið. Já, en ef við rennum með að segja stigastumennina þá er það Jörgensen með 20 stig, hittir 9 af 14, 64% skotending, þar að veru 2 af 5 í þristum sem er 40% sem er undir meðaltali hjá honum. Hann er ekki ánægð með það, hann var 44% skipti fyrir þennan leik. Ég er brjálaður. Já, ég held það líka. Þar á eftir kemur Tómas Orri með 18 stig og þau voru nú bara langt flest hérna í fjórða leikluta. Hann er svona X-faktorinn hjá Sindramönnum. Dasa 16 stig. Stewart með 12, Rimantas með 13 og Demba 7, Garcia með 5 og Sigur Guðni með 2, allir á blaði. Hjá Skagamönnum, stigastur, Gabriel með 20 stig. Nei, fyrirgefðu, Jalen 22, Gabriel 20, Þórður Freyr með 16, Lucien 10, Július með 3 og Jónas með 1. Eins og í seinni hálfleiknum maður hefði viljað sjá Jalen svona halda uppi þessi dag, hann tekur bara örf á skoð, hann hvarf eiginlega í seinni hálfleik. Sér hann er með sko 75% tveggjastennýtingu. Við bara hefðum þetta dæla boltanum meira inn á hann í seinni hálfleik. Já, og hann kannski líka bara meira sækjan. Og meira sækjan, og eins þarna, hann kannski líka, vantar kannski leikstjórn til að lesa þetta, vera svolítið stjóri á gólfinu. Já, Sindramenn höfðu hann. Sindramenn höfðu hann. Það er kannski líka svolítið líkið að þessu. En allavega, leiklokið, tap hér á heimavelli ekki Sindra, en við getum huggað okkur það að það er stutt í næsta leik og það er á móti sjálfu toppliðinu, Hamar úr Hveragerði. Það er ekkert annað. Ía Hamar, þetta eru rimmur sem hafa verið háðar mjög oft og verða bara eiginlega harðari með hverju skiptinu. Blóðheitar. Já, gekk á ýmsu í síðasta leiki í Hveragerði. Geymum þá umræðu þangað til síðar. Þökkum fyrir okkur, Hannibal, Fannar og Guðmundur. Verið ykkur góð.